Gott kvöld. Það komið að fréttum núna þegar að það 12. nóvember. Ég var einmitt að furða mig á því að það væri komin 12. nóvember. Mér finnst þess að 30. október hafi verið bara hér. Í gæri að fyrir þetta. En það ég heiti Mari Lilja og með mér Sigur Jón M. Egilsson. Og við ætlum að flytja ykkur fréttir hérna af rauða borðinu. Við byrjum á góðum fréttum af þinginu en samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks var lögfestur í dag. Og þetta nú mikið gleðiefni eftir þessu hefur verið beðið lengi. Samningurinn sjálfur var undirritaður árið 2007 og hann fullgildur árið 2016 en nú hefur hann verið lögfestur. Og það var mikil gleði á þingi í dag, gleðitár meðal annars. Sko, þetta náttúrulega daginn hennar Ingu Sæland. Já. Hún náttúrulega búin að berjast við þessu máli frá því hún stofnaði flokkinn og svo líka, með að leyfa sko dýrahald í fjölbýlishúsum. En við veitum ekki betur en hún sé bara í samband við okkur. Er það ekki? Jú. Nei, þetta þú. Hér ég. Já, Inga Sæland. Sælvertu. Og takk fyrir að gefa þér tíma í að heyra í okkur. Gæti verið að þú sért á mute, Inga? Tæknin, sko. Já, við töpuðum nú aðeins sambandi við Ingu akkurat þessa stundina, en við erum með fleiri fréttir sem fluttar voru af þessu. Er ég komin? Hann er komin. Já, hann kemur hún eftir. Sæl og til hamingju með daginn. Já, takk fyrir sömuleiðis til hamingju öll. Já, þú leyndir ekkert, þú gast ekki ráðið við gleðina kannski. Það kom mér svolítið óvart hvað ég varð, þetta var svona ákveðin svona brotlending, ég vissi ekki að... Nei, þetta sætt, látt ekki svona. Ég meina, það kom mér óvart, en þetta búið að vera mér svo mikið hjartasmál alveg síðan að ég stofnaði fallega flokkinn. Já. Þannig að þú sérð ekki eftir í dag að hafa gengið í ríkisstjórn. Nei, ég geri það ekki, sko. Ég meina, ég er búin að vera hrópandinn í eyðimörkinni öll þessi ár. Já. Loksins núna og það var alveg samstaða með okkur Valkyrjum á sínum tíma sem við höfum stundum verið kallaðar. Já. Að fyrsta máli sem kom á borði hjá okkur í stjórnarmyndun það var stelpur. Erum við ekki að fara að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna? Já, flott. Við erum að fara að gera það. Við erum að fara að gera það. Það var bara algjör samstaða og verið algjörlega gengið í takt alla leið hjá okkur öllum. Já, en það orðinu tekna nokkra ljósmyndir og þú og Guðmundur Ingi, þeir nú búin að ganga saman þessa leið. Já. En svo er þetta líka ráðuneytið þitt. Já, þetta er ráðuneytið mitt og það er hafsjór það er hafsjór af mannauði og ég hefði aldrei trúað því á óreyndu að fá í rauninni að taka þátt í öðru eins og hef fengið að gera núna í störfum í mínu ráðuneyti. Það er valinn maður í hverju rúmi og sko það er nú oft verið sagt að embættismenn séu svona og hinsegin og það er oft verið sagt að þarna sé pólitík og annað slíkt. Nei, þarna eru allir af heilum hug og það er algjörlega ólýsanlegt að fá að taka þátt í því að finna kraftinn og gleðina, að fá að vita hvað snýst málið, hvað er ætlast til á okkur. Hvers ætlar ráðherrann til af okkur? Jú, við ætlumst til að gera þetta og þetta og þetta. Þetta er vilji ríkisstjórnar og alltaf er stjórnarsáttmáli ríkisstjórnarinnar okkar Valkyrja. Hann er leiðarljósið inn í ráðuneytunum okkar í dag og þetta er ótrúlegt að fá að taka þátt í þessari vegferð og ég er svo þakklát fyrir það. Já, en svo voru líka, sko, það voru ekki bara stjórnarþingmenn sem greiddu atkvæði. Það voru einhverju stjórnarandstæðingar eða fólk utan stjórnar? Já, það sem hefur verið mér erfiðast eins og þið bendið á að það er búið að vera að berjast fyrir þessu í rauninni þá er mannréttindakafli stjórnarskrárinnar, hann er tekinn til gagngerrar endurskoðunar og endurbættur og það var stjórnarskrárbreyting 94. Þar sem í rauninni 77. grein stjórnarskrárinnar er skýr að fyrsta málsgrein öllum skal með lögum tryggður réttur og þá er að tala öryrkja og aldraða og atvinnulausa og þá sem að eiga við bágindi að stríða, öllum skal tryggður réttur með lögum.
það hefur nú misfærist eins og við höfum öll séð, það hefur bara ekki verið þannig að öllum sé með lögum tryggður réttur, en í dag þá verður ekki tækt að skorast undan því, í dag þá tryggðum við þennan rétt og ég orðin ofboðslega sorgmædd yfir því að þurfa alltaf að verja tilverurétt okkar, fatlaðs fólks og öryrkja þessa lands. Það eru sjálfsögð mannréttindi að við fáum að taka þátt í samfélagi, okkar ríka samfélagi, þannig að en í dag, þetta var tímamóta dagur, þau héldu uppteknum hætti, þau voru að tala að við höfum ekki farið í kostnaðargreiningar og það var ekki nógu mikið samtal og auðvitað þau eru búin að draga lappirnar fyrir ríkisstjórnin síðan 2006. Það búið að vera lappirnar hafa verið dregnar allan tíman og það var 2019 þessi viljayfirlýsing sem allt þingið samþykkt á þeim tíma að lögfesta samningin. Síðan eru liðin 6 ár og en núna það orðið að veruleika og það út af því að við fengum nýja ríkisstjórn sem raunverulega almannahagsmunastjórn sem tekur og setur fólki okkar í fyrsta sæti. Já, það sem sagt, við óskum þér innilega til hamingju. Já, til hamingju með daginn. Þetta dag sem gleymir aldrei. Aldrei. Og ég hefði bara aldrei, ég var eiginlega komið ekka, sko. Ég trúði þess ekki, ég trúði þess ekki sjálf, þetta var einhvern veginn samt að gerast en ég er búin að berjast fyrir svo lengi, í þessi 9 ár síðan ég stofnaði Flokk fólksins, þannig að ég veit það ekki, svo þegar það að raungerast í fanginu þínu og það allt í einu að gerast og hvað breyttist svona rosalega mikið, allt í einu þá ert ekki hrópandinn í eyðimörkinni, í stjórnarandstöðu í allan þennan tíma heldur orðin hluti af liðsheild sem að taka utan málaflokkinn af hug og hjarta og við erum þar saman. Við skulum átta okkur á því að þó ég sé búin að vera kyndilberi og berjast af öllu mínu afli fyrir þessu að þá myndi þetta aldrei raungerast nema af því að við hefum dásalega ríkisstjórn sem stendur algjörlega einhuga að baki þessum samningi. Herði, við þakkum það kærlega fyrir að gefa tíma til að tala við okkur og þetta dagurinn Anna Ringu. Þetta dagurinn minn, en ég meina þið gleymið alveg með Fjöleignahúsið. Herðu, já, svo það auðvitað gæludýra frumvarpið, það má ekki gleyma því. Þetta einmitt, Inga átti svo kallað alslemmu í þinginu í dag. Sko, auðvitað skilja það fullorðið fólk sérstaklega sem segir að hundar og kettir eigi bara heim í sveit. En þetta tengist auðvitað að mörgu leyti. Já, í rauninni þá þetta frumvarp jafnvel til þess að tryggja betur vernd í Fjöleignahúsum gagnvart kannski hundagá óeðlilegri framgöngu kannski dýra eigenda. Við erum raunverulega að tryggja það að það verði friður sem ríkir gæludýrin okkar og við erum raunverulega, þetta tengist kannski að því við erum að tala samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, þarna erum við að tala réttindi efnaminna fólk sem hefur ekki ráð á því að vera í sérbíli eða einbíli en langar að vera með sinn ástvin og sitt gæludýr sem alltaf hluta fjölskyldinu okkar þannig að jú, það kemur svo samlega þarna inn og enn eitt sigur sem þú gleymir síðast en ekki síst að ég mælti fyrir frumvarp í dag jólabónus ég heyrði það fyrir upp á ríflega 73.000 krónur sem að verður ekki skattlagt og efnaminnsta fólkið okkar fær að njóta og þess vegna hef ég sendt svona ákveðin skilaboð út í samfélagið okkar og sagt sínum samhygð og verum glöð að við skulum lyfta upp okkar minnstu bræðrum og systrum vegna þess að ég hafði þarna 2 milljarða sem að ég hafði til þess að deila niður á þennan hóp og við erum raunverulega að nota það í þágu þeirra sem mest þurfa á að halda og ég bið bara alla að vera með í liði vegna þess að ef við erum saman í liðinu þá munum við vinna alla sigrana. Það bara þannig. Já, herðu, takk fyrir glæsileg lokaorð það, takk fyrir Inga Sæland. Aftur til hamingju með daginn. Takk fyrir ykkur, yndislega. Bless. Jæja, María, þetta var sigurvegari dagsins. Já, ég myndi nú segja það og virkilega, vel að þessu staði hjá Ingu Sæland. Já, og bara það er bara það, hún er búin að berjast mikið eins og hún sagði. Þetta eru 7 ár síðan stofnaði flokkinn, sem ekkert langur tími, sko.
Nei. En hún að ná fram talsöð eins og þetta með löggildingu samningsins, þá hún að ná fram stóru máli sem að stjórnmálamenn hafa ítt svolítið undan sér hingað til. Já. Herðu, til hamingju með það, Inga aftur, en hvað segirðu? Eigum við ekki að tala um eitthvað meira líka? Jú, við kannski fáum að ræða, með myndaseríu. Já, fólk fagnar með Ingu í dag víða, ég veit að Öryrkjabandalagið, ég sendi frá sér tilkynningu og fleiri hagsmunasamtök sem að virkilega hafa beðið eftir þessari stundu. Mikil réttarbót þetta fyrir fatlað fólk og en það, við verum FF7 segir frá því að þetta ég sá þetta fyrst þarna í dag að það sem það Evrópusambandið ætlar ekki að hleypa okkur og Noregi með vendartolla án vendartolla inn í Evrópu, við erum í ES með þeim en sem að segja eitthvað sem 90% af því að vera í aðildinni eitthvað svona en þeir alltaf bara skella okkur dyrum og það mjög alvarlegt fyrir til dæmis nógu búið að ganga á Grundartanga en það íslenska hvað heitir það? Það veit allir í Grænahúsinu. Já, jú. Kísiliðan. Nei. Já, það alltaf leið, ég má gleyma því. En það veit allir hvað ég að tala. Já, Elkem á Grundartanga. Já, það eru, það var brugðist við þessu en Þorgeir og Katrín sagði frá því á RÚV að plan A hafi auðvitað verið að framkvæmdastjórnin myndi gefa þessa undantollunum. En fyrst að það virkaði ekki, þá bindur hún vonið við plan B, en hún svona án skýringa. Við vitum í rauninni ekkert hvað plan B er. Já. Hvernig... Ég eitthvað að segja, svona en skýrið ekkert nú út til að ég næði því, sko. Nei, en forstjóri Elkem kom fram í fjölmiðlum í dag og lýsti yfir miklu óvissu og vonbrigðum auðvitað með þetta því að, en talar nú ekki á þeim nótum að svona, tilveru fyrirtækisins sé að einhverju miklu leyti ógnað. Þau muni halda áfram, ótrauð áfram í framleiðslu sinni. En þetta, ég veit ekki, er við hissa að vera ekki á svona undanþágum? Já, maður Við erum í það miklu samstarfi við Evrópusambandið og svona höngum utan í því, Einhvern veginn verður Evrópusambandið að greiða fyrir allan þennan hernað, Sigurður. En þetta ekki nú alltaf, en náttúrulega við og Noregur erum og við verðum bara að býta þetta súrefni. Já, við fáum enga sér meðferð þessu sinni. Við vona að Þorgeir og Katrín nái svipum árangri og Inga náði þetta. Já, einmitt, og plan B verði, við fáum alltaf kannski vonandi að heyra hvert plan B er svona á næstu dögum. En DVF var einn af þeim miðlum sem að sögðu frá þessu hryllingsmáli. Já, það fór fram... Lastu fréttina? Já, ég las hana, þetta kom nú fram á nokkrum miðlum í dag. En hann það fór fram þingfesting í þessu máli, hann ákærður fyrir 2 brot og þetta er mjög óhugnalegt, þetta eru samræðisbrot við lítið barn og meðal annars og meðan það svaf, þetta er mikill hryllingur og Ég verði snemmetir ég byrjaði blaðamennsku nú svolítið langt síðan, þá var eitthvað svona mál í gangi og ég var að biðja upplýsingar, þá var ekkert netið enni, og þá sendu þeir það til mín og áverkavottorðið á barninu og það var alveg, ég gleymi samt. Ég að segja þetta var fyrir svona 35 árum. Ég get ekki gleymt þessu, þetta var því miklu hryllingur. Og maður auðvitað tekur bara ofan af því fyrir því fólki sem að starfar að þessum málum, því þetta þau allra verstu mál sem að það takist að hlúa vel að þessu barni, svo það er svona það ætla ég rétt að vona. Bót meina sína. En það var meira talað börn á RÚV, var sagt frá því að Catherine de Boll sem er framkvæmdastjóri Europol, hún talaði þetta að alþjóðlegi glæpahópar hafi látið taka til sín í álfunni og þeir séu svona að bjóða peninga, bjóða börnum fjármuni fyrir að gera viðbjóðslega hluti, jafnvel drepa fólk. Við höfum heyrt aðeins af þessu svona í gegnum bara síðustu vikur. Þá höfum við heyrt af svona óhugnalegu máli þar sem að var gamalt mál
hérna sem að ung stúlka varð fyrir svona hópi og þau lenda einhvern veginn í svona, hvað ég var að segja, bara svona eins og stofufangelsi með þetta því að þeim hótað þetta og megu ekki segja foreldrum og þau skamma sín og hérna, en þessi framkvæmdastjóri Europol, hún segir að við þurfum að herða ákveðnar varnir hérna og efla starfsemi með Europol. En það var frekar af börnum þá var sagt frá fyrst sá ég þetta á MBL var að rannsaka árás starfsmanns á barn. Það kemur svo í ljós síðar í dag að þetta starfsmaður sem að réðist gegn 14 ára unglingi á Stuðlum. Já, starfsmaður sem réðist að og hann var mjög skeldur, þessi drengur sem var fyrir þessu. Já, áverkavottu voru einmitt sýndu fram á mikla áverka meðal annars á hálsi og á líkama. En mér finnst þetta svona, þetta er svona allt þetta, þessi fréttir starfsfólk í þjónustu við börn og samtalið börn á netinu og annað slíkt. Mér finnst þetta bera svona vottum að við séum á okkur rangri leið. Ef okkur tekst ekki að venda börnin okkar fyrir ofbeldi og öðru eins, þá erum við á svolítið villigötum. Það einhver firring í gangi sem að Akkurat. En það vakti athygli mína að dómsmálaráðherra, hún fór á fund téðrar konu frá Europol, en þetta var svona það sem hún tók út úr þessu, að drónanjósnir við Kastrup-flugvöll gefi tilefni til að efla löggæslu hér á landi og auka alþjóðlegt samstarf löggæsluna við Europol og efla varnir í fjölþáttaógnum þvert á landamæri, segir hún. En hún minnist ekki einu orði á þennan fjölþætta vanda sem að horfir sem að fjölskyldur barna horfa fram fyrir, standa fram fyrir, segi ég. Og mér fannst þetta áhugavert. Mér finnst þetta einmitt svona bera vottum þær áherslur sem að við kannski höfum svolítið og þessi, ég hef persónulega gagnrýnt þessa ríkisstjórn fyrir að hafa verið svolítið að gleyma okkar allra minnstu bræðrum, bókstaflega, börnunum og að svona hlúa að betra umhverfi fyrir þau. En við verðumst eiga svolítið fyrir því að standa í hernaði. Mikið rétt. En ég fann ansi áhugaverða frétt á Guardian og hún fjallar sem sagt að þetta eru prosecutor sér ákæruvaldið í Mílanó á Ítalíu. Það er rillingur. Já, það er núna með að rannsaka þátt svona efnameiri Ítala í því sem að kallað var svona snæpertúrismi og þarna í Bosníustríðinu þá var það víst þannig og hafa við lengi gengið að því sögur að efnameira fólk úr Evrópu, það borgaði einhverja fjármuni, fór þarna upp í einhverja hæð og stóð svo í því að skjóta almenning af færi sér til skemmtunar. Og núna er þetta í fyrsta skipti að rata fyrir dómstóla og það á Ítalíu. Og þetta það voru tugir þúsunda sem að særðust eða létu lífið þarna á sínum tíma, þetta er í kringum 1990. Það eru 11.000 manns sem eru drepin með hrottalegum hætti og mörg hver voru drepin með svona hvað er íslenska orðið fyrir snæper? Ég veit það ekki. Leyniskittum einmitt, þetta er svona vegið úr launsátri einmitt og það bendir ýmislegt til þess að þarna hafi verið framfólk, ríkt fólk víða úr Evrópu, Ítalíu, Þýskalandi, Englandi og víðar sem að kom þarna að hreinlega skemmti sig við það að myrða fólk og það er mjög fræg saga af brúnni þarna á milli inn í Sarajevo af Rómeó og Júlíu. Það hafi verið settar upp leiksýningar þetta og ég er með mynd af þeirri hryllilegu mynd sem ég var nú sérstaklega við en þarna voru þau lágu í blóði sínu
í nokkra daga af því að enginn þorði að vitja þeirra á miðri brúnni þar sem þau hittust og hefðu verið drepin af svona leyniskyttu. Og þetta veldur upp þeim spurningum hvort að þetta hafi hreinlega verið hinni ríku í Evrópu sem hafi skemmt sér við að myrða þetta fólk. Já, hérna. Já, þetta er ótrúlegt mál. Já, það verður svona að fást botn í þetta. Já, ég held það. En það hafa nú verið skrifað þetta bækur en þetta er svona í fyrsta skipti sem að það er farið í svona gagngera rannsókn á þessu máli. En Haaretz segir frá því að Trump sé nú að reyna íhlutast til svona innan húspólitík í Ísrael. En forseti Ísrael, Isaac Herzog, hann fekk í dag bréf frá Donald Trump Netanyahu, forsætisráðherra, þar sem að Trump fer fram á að hann sé náðaður en eins og við höfum sagt frá hér þá er Netanyahu núna til skoðunar hjá þarlendu stjórnvöldum fyrir einhverju innherjasvik og annað en Trump óskar eftir því að hann verði náðaður og þeir láti hann bara hreinlega í friði, hann talar hann sem stríðshetju og friðarhetju og allt í senn einhvern veginn og vill meina það að hann hafi stuðlað þannig friði á þessu svæði allavega komandi 3000 ár eins og er orðað í bréfinu en Isaac Herzog hann þakkaði nú bara fyrir bréfið og sagði að hann myndi leyfa dómstólum og þar til gerðum yfirvöldum að halda áfram sinni rannsókn og myndi ekki íhlutast til það neitt sérstaklega. En Trump var meira í fréttum. Ég tók alveg, þetta er forsíðan á Guardian, bara fyrir ekki svo löngu. En Donald Trump, það sem gerist í morgun er að demókratar á þinginu, þeir leka tölvupóst samskiptum sem að tengja Donald Trump við Epstein og í rauninni kannski án þess að fullyrða það, þá renna þeir stoðum undir þær fullyrðingar að hann hafi gerst sekur að nauðga og misnota ungar stúlkur og mansalsfórnarlöp og þessir e-mailar eru umfangsmiklir, ég veit að Hvíta húsið búið að bregðast við, segir þetta séu bull og vitleysa, ekki það að þessar konur hafa, þær sem hafa lifað af, hafa nú flest allar komið fram á fullorðinsárum og sagt frá þessu, þannig að spurning hvort maður þurfi mitt Epstein fæla, kannski ekki ef maður trúi bara þólundunum, þá ætti það að vera nóg, en það er ekki verra að hafa, sko. En það er ekki verra að hafa, einmitt, og eitthvað sem staðfestir, en eins og ég segi, þá Hvíta húsið, ég sendi frá sér tilkynningu, það hafnar öllum þessum ásökunum, segir að það sé ekkert í þessum e-mailum að finna, þrátt fyrir að það standi bara svart á hvítu að hann hafi gerst sekur hitt og þetta. Þarna er samtal á milli Epstein og mann sem heitir Wolf og þeir eru svona að ræða hvernig þeir eigi að notfæra sér það að lúra á öllum þessum upplýsingum ef að Trump kemst til embættis núna síðast þegar að hann vann forsetakosningarnar og þeir eru svona að velta þessu upp hvort þeir eru að nota þetta sem bara svona mútur eða eitthvað svona skiptimynd, hvort þeir eru að bjarga honum frá því að þetta verði virt og þar fram til göttunum. Þannig að það er, það hallar ansi reynd mikið á Donald Trump þessum dagana. Já, það gerir það. En DFF segir frá málum Alvotech. Vísir fyrir gjöðu. Þeim var hafnað þarna með þeim flytti lyf inn til Bandaríkjanna og þetta er meðal annars þeir komu þarna og það var bara óhrein gólf og mygla. Einmitt. Og þar mistu þeir möguleikana á útflutningi til Bandaríkjanna. Akkurat. Þeir bara stóðust ekki lágmarkskröfur. Við tölum þetta hérna, við veltum upp þeirri spurningu hvers vegna í ósköpunum, þeir hrundu í kauphöllunni og það var tengt við þetta leyfi, þeir fengu ekki leyfi fyrir einhverju samheita leyfi sem að þeir sóttu að fá leyfi fyrir, en þetta er ástæðan sem gefin uppi að ábendingar þessara stofnunar, Lyfjaeftirlitis Bandaríkjanna voru 10 talsins og í mörgum liðum og talað var klístru gólf og myglu í verksmiðjunni og í þessari fínu glænýju verksmiðju í Vatnsmýrinni. Já, svona fyrirtæki sé ekki með allt spint og span, sko, þetta þarf að vera
hreint út í öll horn. Akkurat. Já, þetta ekki gott fyrir það, ekki vel staðið að þessu. Nei, en þetta virðist vera svona, ef að þetta það sem stóð fyrir þrifum, þá veltum maður fyrir sér hvort það sé nú ekki auðvelt að kippa því í liðin og bara taka til áður maður sækir næsta liði. Sko, hvenær nennar að koma aftur til að tjekka á þessu? Já, það er spurning. Það kemur og það er bara kók slett á gólfinu. Og mikluði ekki ánum. Sko, ég hugsaði það mitt, Sigurður. Ég hugsaði hvaða slettur eru á gólfunum eða þú veist, hvaða pollur og það stendur sko pollur. Það voru pollar á gólfunum. Maður hugsaði svona, þú veist, pollar í lyfjaverksmiðju. Það er eitthvað svolítið óhugnulegt. Hvers konar eitur. Og mikla í vekkjum sem er ekki til hins betra. Nei. Þetta er ótrúlegt. Þetta er ekki heilsu, gott heilsunni. Morgunblaðið sagði frá rannsókninni í kringum Edition hótelið. Já, þetta er alveg ótrúlegt mál. En það var morðmál í júní sem frönsk kona á 60-aldri var grunuð að hafa banað eiginmanni sínum og dóttur. Þetta er svolítið, þetta mál hefur svolítið farið svona, það hefur farið mjög hljóðulega. Já, en sko, hún er ekki verið ákærð, en hún er greinlega í farbanni. Já. Þannig að hún er bara, sem sagt, og hvað, býður eftir að, náttúrulega fyrir hana hlýtur að vera, hún kemst ekki hjá réttarhöldum. Nei. Nei, ég veit ekki, þetta er skrítið mál. Akkurat, en hún er í farbanni til 27. nóvember og Alveg rétt. Já. Og henni ber skylda til þess að tilkynna sig til lögreglu 3 sinnum í viku. Hún hefur gert það samlega. En það er einhvern veginn, það hefur lítið verið gefið uppi þetta mál. Þetta er hið dularfyllsta mál. Það var farið í miklar húsleitir á heimilið þeirra í Írlandi. Þau voru búsett þar, voru frönsk. En við vitum sjálf sér ekkert hvað kemur út þessu og lögregla virðist ekki vita það alveg sjálf. Nei, þetta er alveg skuggalegt mál en gangið vel með þetta sem þú er að rannsaka. Já. Það eru svona skyldufréttir frá Gaza, ekki það að þetta séu nýjar fréttir, en þetta eru þetta bara sömu hryllilegu fréttirnar sem við flytjum hér eiginlega á hverjum einasta degi. Beit Lahja er hverfi á Gaza og ísraelski herinn, hann er svona farin að færa sig aðeins norðar á Gaza þar sem hann stendur í þessu að skjóta fólk, ýmist með drónavopnum eða bara leyniskittum eða svona smærri sprengiflugum. Þannig að stríðið þjóðamorðið á Gaza því hvergi nærri lokið þrátt fyrir að tala sér um vopnahlé og ég held að sé mjög mikilvægt að við höldum þessum fréttum á lofti vegna þess að við megum ekki gleyma Gaza. Og ég hef tekið eftir því svolítið í íslensku fjölmiðlum að það hefur ekki verið fjallað mikið um Gaza. Ég var að leita eftir því svolítið í dag og en það er lítið sagt frá ástandinu þar. En það er auðvitað, við sögum aðeins frá því hérna í gær að svona landtökufólk, það hefur 2000-faldað árásir sínar á þá sem að eiga heima á Vesturbakkanum og þar fara þeir mikinn og brenna niður heilu hverfin og bóndabæina og þetta er skelfilegt ástand. Nýbjúður, bara þetta er agalegt. Þetta er það. En Ísrael, þeir telja sig vera ennþá í miklu rétti, þeir segjast vera í vopnahléi þrátt fyrir að halda áfram að myrða fólk á hverjum einasta degi. Þeir eru farnir núna að sprengja mikið í Líbanon sem er áhyggjuefni og er einmitt líka lítið rætt og við kannski fáum aðeins að grafa upp meiri fréttir úr líbansku fjölmiðlum hérna á morgun. Var ekki segja ykkur á hana, Trump bara að tala Netanyahu sem svona fríðarpostula? Jú, mikið rétt. Það er nefnilega, þetta er alveg ótrúlegt. Þetta er siðblind fólk. Maður hugsa bara, og er þetta fólki sem að stýrir öllu? Þetta er siðblind. Já, ég er sammálaður. Herðu, Samstöðin var með fína frétt. Ríkisstjórnin boðar hvert skatta- og gjaldhækkunar frumvarpið og fætur öðru. Já, svo segir hérna Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir. Já, systir Simma. Já. Og hún fær það út að ríkisstjórnin sé að hækka skatta
sem þeir eru eitthvað að gera reyndar, sko. Já, hún virðist vera að tala þessa boðuðu skatta á ferðaþjónustuna, sérstaklega. Já, sem að verða svolítið erfitt mál, sko, því að þeir sem eru reka hafninnar hringinn í kringu landi, þeir kvinka sér mikið. Já, ég heyrði það mitt frá Ísafirði að þær töluðu að það væri ákveð frost í skemmtifferðaskipum, bókunum fyrir næstu 2 árin. Það væri ekki komin inn einasta bókun fyrir 2027 sem væri óvanalegt. En hvort að það hafi eitthvað að gera með sko efnahagsástandið eða bara ástand heimsins almennt eða boðaðar skattahækkanir við hafnirnar, maður getur eiginlega ekki séð það fyrir. Það getur verið sko, eins og segir, fjölþættar ástæði fyrir þessu. En bara skilur svo segir þá sem að haldum pingjun á þessum stöðum að það sé hokkið í skarðið. Akkurat. RÚV flytur fréttir af því að myntar mútugreiðslur Samherja. Þær voru umtalsvert hærri heldur en áður var talið. Tvöfalt hærri. Já. Það bara, héraðssaksóknari hefur bara gefið það út að það var alltaf gengið út frá því sem að múturnar hafi verið 1,5 milljarður. En núna kemur frá Óla Þór Haukssyni og hans fólki að þetta 3 milljarðar. Já. Bara tvöfalt meira heldur en talað var Já. Þannig að loksins loksins komin einhver vendipunktur í þessu hérna heima. Og þá að býða hvað verður. Og þetta nú bara þriðjungur af veiðigjöldunum sem að þau var bara svona til að setja það í samhengi sem að Samherji vildi auðvitað ekkert með hafa. Það voru 10 milljarðar en þannig erum við að tala 3 milljarðar sem fóru í mútugreiðslur. Þannig að það verðist ekki þeim ekki saman hvert fjármunir renna. En svo var það líka þannig í fréttinni það ennþá ykkur eru í Namibíu sem sitja enn í jailinu þar sko og bara settir í steinin og búið að henda lyklinu með eitthvað. Það er fyrir ráðherrar og þar er þetta tekið að mikilli festu. Svo sjáum við hvað verður framaldi hér. Það lítur að verða að ljúka þessu máli sem vist. Ég meina það eru 6 ár síðan að Kveikur fjallaði fyrst þetta mál og síðan hefur ýmislegt gerst. Helgi Seljan hefur setið undir hótunum og þurft að hlaupa undan þeim Samherjamönnum sem hugsaðu honum ekki gott til glóðarinnar. Við getum orðað sem svo. Það er búið að vera mikið að gerast. En þetta ótrúlegt mál. Hvers vegna heldur að það sé ekki meira þetta sé ekki lagt meira púður í þetta hér á landi heldur en raun ber vitni? Við vitum náttúrulega ekki, sko, hér að saksóknari hvað hefur að mikinn tíma, hvernig þetta eitthvað, við erum svona fámennt hjá honum eða eitthvað, ég veit það ekki. Ríkisstjórnin sem var undan var svona, hans okkur alveg svona, vildi kannski hafa þetta svolítið svona veikara system, sko. Já. Eða höldum við sum allavega. Það er talsvert skemmur og veg komið þetta mál hér á landi heldur en í Namibíu eins og kemur fram í fréttinni. Mikið skemmra. Og þó að rannsókninni sé lokið þá saksóknir ennþá að fara yfir málið og það svo við lok þeirrar yfirferðar sem verður ákveðið hvort að verði gefnar út einhverjar ákærur í þessu máli. Já, við veðjum nú á það verði, sko. Þetta komið fram allt saman að það veri borgað 3 milljarða í mútur að þá. Já, ég hugsa að saksóknari verði nú ekki stætt af öðru. En það var ekki íslensk lög eða eitthvað? Í Namibíu, það eru innlend lög og þetta bara innlend. Ég veit að sko namibísk yfirvöld komi hérna á einhverjum tímapunkti og reyndi að koma á fundi með þáverandi yfirvöldum sem voru meðal annars Bjarni Benediktsson. Hann óskaði, hann svona baðst frá þeim fundi og þetta var svona hneykslismál í Namibíu, hversu illa gengi að fá samstarf við íslenska yfirvöld. En það kannski öðruvísi með nýtt fólk í brúnni, við vonum það. Já, en svo líka bara, nú býðum við bara að Ólafur Þór og hans fólk klára þetta. Já, en DVF segir frá öðru máli tengt Kveik, en Sigurður hann hjólar í Kveik. Já, þetta út af veðmálunum, veðmálasíðunum. Og hann segir þetta sé bara fullkomlega lögleg fyrirtæki og
og ég alveg má stunda sín happdrætti hér rétt eins og íslensk. Akkurat, og hann vill halda því fram að umfjöllun Kveiks hafi ekki bara verið röng, heldur hafa hún bara beinlega verið lygi og uppspunni. Hvað svo sem hann ætlar að gera með það, en hann segir að það sé verið að hengja bakara fyrir smið og henni raunverulegu vandamáli Íslendinga séu spilakassanir en ekki veðmálasíðurnar. En þetta stangast nú svolítið á við það sem hefur verið rætt. Ég meina, þetta eru hvað 100 milljóna sem að renna í gegnum þessa milljarðar. Já, sem renna í gegnum 4 milljarðar held ég ári sem að þetta er ótrúlega upphæð sem renna í gegnum þessa veðmálasíður og svo eitthvað fólk sem er því miður að taka þátt í vonlausuleik. Er það ekki þetta hlust á mig? Já. Nei, þetta er ekki gott. Þetta er ekki gott, en hann er alveg harður á því. Það er bara að þetta hafi verið bara uppsvinni. Já, og þessar skýrslur sem vísað hafi verið ómarktækar. Já, en hann ætlar að hjóla í Kveik. Við sjáum hvað framhaldi verður. Já, við fylgjumst með því. En það var frétt sem vakti athygli mína af Vísi, vel unnin frétt sem kom snemma í morgun, en íslensk stjórnvöld, þau virðast hafa misskilið skuldbindingar sínar vegna Parísarsamningsins í mörg ár. Og misskilningurinn var til þess að Alþingi fekk svona rangar upplýsingar loftslagsmarkmið Íslands. En ráðamenn á Íslandi þeir hafa í rauninni, það sem þeir gerðu vitlaust var að þegar þeir gerðu grein fyrir fyrirætlunum sínum við Parísar ráðstefnuna, sáttmálan, þá tóku þeir alltaf sameiginlegt markmið við Noregs og annarra Evrópulanda sem eru þetta 55% samdráttur fyrir 2030 og þau sem sagt íslenska yfirvöld hafa verið að flytja sitt markmið, persónulega markmið gagnvart Parísarsáttmálanum sem sagt, í rauninni verið að flytja þetta heildarmarkmið Evrópusambandsins og Norðurlandana sem sitt eigið allan þennan tíma. Þetta kemur í ljós einhvern tímann í júní og loftslagsráð reyndar fékk ekki að vita þessu fyrir mörgum mánuðum seinna. En mistökin eru þau að Íslandi hefur sjálfstæðan samning gagnvart Parísarsáttmálanum og þarf að gera grein fyrir sínum eigin loftslagsmarkmiðum, ekki þeim sem það á í samvinnu við önnur lönd. Og þannig að þetta er svona, maður veltir fyrir sig hvernig svona mistökur er gerð, ég veit það ekki. Þetta er klaufalegt, þetta er astalegt svolítið. Mjög. En meira úr orkugerunum, miðjan þín. Já, þetta er miðjan mín. Þarna er ég að vitna til greina sem að Þröstur Ólafsson hagfræðingur skrifaði. Já. Og hann segir, við erum með græna orku, en í hvað notuðu hana? Það er sjáum þetta er nú bara þetta er sennilega í Helguvík sem var svo lokal. Já. En reyndar ámóta mynd af Bakka við Húsavík. Já. Og það er þá erum við að nýta græna orku og mjög ánægð með það og svona berum okkur vel. En þá erum við að selja hana hvert. Hvað verður gert við hana? Já. Það er ekki endilega grænt. Akkurat, og við erum að selja hana í svona orkufrekan iðnað eins og bara stálsmiðjur og mengandi og mengandi iðnað. Já, eins og bara að horfa myndina. En þannig er þetta verður að fara saman, við verðum aðeins að gæta okkar, við erum með hreinustu orku í heimi og hvað svo? En við keyrum óhreinustu framleiðsluverð í heimi á þessari hreinu orku, þannig að það er einhvern veginn svona núlast svolítið út allavega samkvæmt Þresti Ólafssyni. En svo er það náttúrulega sem kannski gerum ekki nógu mikið með, það er garðyrkjan eða ég hef komið í Friðheima og koma hann inn og sjá þetta rosalega mannvirki og það er allt svo hreint og svo fallet og bara
Bara æðislegt. Já, þetta það. Maður velti verið sér hvort að við ættum ekki frekar að verða bara svona matarkistu í staðinn fyrir að vera stál og orkuver. Þú maður settir álveri sem að Norðurál var að byggja í Helguvík. Já. Og þá álverið og þá var kallað kálverið. Já, einmitt. En það er reyndar verið að setja núna held ég upp eitthvað svona hreina niðurnað í því húsi. Já, það hefur auðvitað verið mikið barist og rifist um það tiltekna húsnæði og rekstur. Þar einhvern tímann átti að vera svona, hvað heitir þetta, svona orku, hvað heitir þetta, svona cloud service, svona, svona, hvað ég var að segja, skýjageymsla. Það er sko Þór Sigfússon og þau sem eru með sjáaklassan. Þau eru komið með þetta hús, þetta er rétt og þeir eru þarna vera innrétt að gera fyrir sko fyrirtæki sem er svona reynan, fínan. Já, mér líst vel á það. Mér líka. Ég kom einhvern veginn í sjáaklassan, það var mjög skemmtilegt. Já. Það var margt skemmtilegt í boði þar. Og ótrúlegt hvað er mikið unnið af sniðu og hvað er mikil nýsköpun í kringum sjávarútveginn á Íslandi. Ég hef aldrei trúað því. En það er að því að við einblínum alltaf á stórútgerðina. Það eru öll þessi litlu verkefni sem eru svo merkileg og mörg hver eru einmitt mjög náttúruvæn og til þess að svona auka hag okkur allra. Ég var með vinnastöð þar svona fyrst í upphafi sjáklassans. Já. Það búið held ég trefalda, þetta var bara hluta hæðinni þá. Ég þessi búið að þrefalda það, en það er eins og segir, þetta er við erum svo framalega í mörgu líka. Já. Þannig að þessi innfyrirtæki og þessi uppfinninga, þessi nýsköpuna fyrirtæki er ekki öll endilega háð íslenskum sjávarútvegi, þetta er bara út allan heim. Já, einmitt. Já. Heyrðu, Sigurður Ingi kom í fréttum fyrir skömmu, hann hafði gefið kennurum aðgang að svona gervigreindarlíkani og til þess að kanna hvort að hægt var að nota það við kennslu, en nú hefur Rithöfundasambandið sett sig á móti þessu. Hann veitir 600 kennurum aðgang að annarkvort gervigreind Google eða þessu forriti Anthropic til þess að nýta við undirbúning í kennslu. En Rithöfundasambandið fer fram að þessum samningi við Anthropic verði slitið því að fyrirtækið hafi verið staðið af því að hlaða niður ólöglega 5 milljónum bóka af sjóræningjasíðum til þess að þjálfa upp mállíkanið sitt og þar á meðal voru bækur íslenskra höfunda og þarna voru nefndar einhverjar Yrsu-bækur, Halldór Laxness, Arnaldur Indriðason, Hallgrímur Helgason og Snorra Edda meðal annars sem voru þarna á meðal. Guðmundur Ingi var þetta góður í trú en já, ég hugsa það að hann hafi ekki kannski verið meðvitaður hversu illa fengin orðaforði Anthropic var en hann veit það núna. Það var eitt svona menningarstríðsmál þar sem að Diljá Mist hún mætir í eitt af hægri podcastunum hjá honum Þórarni og hún er að skamma Þórarinn í rauninni fyrir að taka ekki betur upp hanskan fyrir konur og svona, hún talar svona á nokkuð feminískum nótum þannig og hún reyndar henni textað svona einhvern veginn dulbúa múslimahattur í feminískri orðræðu sem eitthvað sem ég hjó sérstaklega eftir en ég láti það liggja milli hluta hér því að þarna er hún að tala um þau skipti sem að Þórarinn fær til sín ungar miðflokkskonur og henni finnst að ungar miðflokkskonur þær tali svona og þær ganga fram að Diljá Mist sem er mikil íhaldskona og gefur sig út fyrir að vera það. En henni var svarað bara hæl og Hlédís Maren Guðmundsdóttir, hún svarar Diljá Mist leið og svona eiginlega svona gerir svo lítið úr henni og segir og meðan Diljá kallar sig unga íhaldskonu svona 50 sinnum í þessum þætti, kallar hún mig Halí Mal og það er einmitt þetta sem að ég hjó eftir með Halí Mal að
af því að það var mjög frægur múslimi, Tyrki, átti hérna í forsjárdeilu fyrir áratugum síðan og þetta einhvern veginn, ég veit ekki af hverju það að vekja upp þennan draug sko í samhenginu kvenfrelsi og þá sem tala gegn því. En hún Halla Gunnarsdóttir, Diljá talaði hana sérstaklega í þessum þætti, þar sem hún hélt í fram að Halla Gunnarsdóttir hefði reynt að banna G-strengi. Halla Gunnars, hún tala nú bara þennan þátt sérstaklega, en hún segist nú að ekki kannast við að hafa nokkuð tímann talað gegn G-strengjum og hún hafi þvert á móti alla tíð talað gegn tilraunum til að setja lög klæðaburð kvenna, en hún býður upp á praktísk ráð og hún segir fólki að fá sér ullarnærbrúk og mér fannst þá Ég get svarað. Hvert þetta að fara með umræðuna? Já, en mér fannst einmitt viðeigandi að því að Halla Gunnars, hún talar ullarbrúk, að við endum bara hér fréttatíma kvöldsins á grimmdarfrosti á Suðurnesjum. Já, herðu, það varaþingmaður Jóhann Friðriksson sem að leysa Sigur Inga afgreiðanlega núna. Hann var nú þingmaður á síðasta kjörtímabili og þannig hann að tala grimmdarfrost í öllu. Það Suðurnesin þurfti að fóru verútur sko með alla flóttamennina og þetta og hafi ekki jafnað sig á því og það sem búið að lofa að gera, það allt í frosti. Já, hann talar Play. Já, Play til dæmis. Flugfélagið og hann talar þetta mikla atvinnuleysi sem nú mælist á Suðurnesunum. Og það hefur ýmislegt gengið á þannig og það svona eins og að það sé kannski, hann vil meina að svona aðstóðin sé kannski ekki með þeim hætti sem hún ætti að vera. Já, af því að það líka sko náttúrulega búið að vera mikið að vera. Það eru jarðhræringar og eldgos og svo þetta eins og með Play og það sem flestir starfsmennin eru þarna og fyrirtæki sem þjónuðu Play. Þannig að hann svolítið til sín mál, þannig að nota þetta, bara það frost. Allt í frosti. Allt í frosti. Og það allt í frosti á Suðurnesunum, skils mér líka í jörðu. Það ískalt og það ískalt úti. Og líka í okkur. Já, þannig að farið í ullarnærbrúk eins og Halla segir og við þakkum bara fyrir okkur úr fréttum kvöldsins við Sigurjón. Takk fyrir. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is